Velkomin og til hamingju með glæsilegan sigur í prófkjöri. Já, þakka þér fyrir það. Það var glæsilegt að ná 7. sætinu sem nýgræðingur í pólitík, þannig að ég er mjög ánægður með það. Hvort ertu varnarskákmaður eða sóknarskákmaður? Margir segja að ég sé varnarskákmaður, en svona ef maður hefði lagt meiri vinnu í skákina þá hefði ég alltaf viljað vera sóknarskákmaður. Uppáhaldsskákmaður minn var heimsmeistari á 3., 4. og 5. áratugnum og hann var mikill sóknarskákmaður og ég vildi alltaf tefla eins og hann, en það má segja að eins og í fótboltanum að það eru skyndisóknir. Vörn og svo skyndisókn. Já, svolítið svoleiðis. Segðu mér eitt, það er rétt skilja á mér að þú átt okkar stærsta sigur í skákinni, heimsmeistari, 20 ára og yngri. Já, það var árið 1994 þegar ég var 17 ára. Hann er svona með stærri sem að Íslendingur hefur unnið að mínu mati, en að sjálfsögðu eins og Friðrik Ólafsson og Jóhann Hjartarson náðu mun betri árangri á heimsmælikvarða. Þannig að þeir komust mjög langt í heimsmeistarakeppninu og svo framvegis, bara sem dæmi, og náttúrulega eins og Hannes Lífar hefur orðið 13 sem Íslandsmeistari og unni mörg mót og þess aftar. Þannig að en þetta ég byrjaði aftur að tefla fullu eftir langt hlé fyrir nokkrum árum og ég er mjög sáttur að hafa tekið það ákvörðun eins að ég finna að skákin hefur kennt mér svo margt. Hvað hefur hún kennt þér fyrir lífið? Hvað tekur til dæmis frambjóðandi eins og þú úr skákinni? Ég verð að segja það að sem atvinnumaður í skák í gamla daga þegar ég var ungur maður og svo byrja aftur eftir nánast 15 ára fjarveru, það sem að þetta ferli hefur kennt mér, það er í fyrsta lagi auðmýkt. Okay. Það er auðmýkt gagnvart verkefninu. Okay. Það er í öðru lagi að þekkja sjálfan sig. Okay. Mikilvægi þess að þekkja sjálfan sig. Ertu þá að tala styrkleika og veikleika? Algjörlega. Það er bara að það endalaust í skákina að greina sjálfan sig til þess að vera dómbær að taka réttar ákvarðanir. Í því felst sem er mjög mikilvægur eiginleiki í pólitík. Hann er sá að þegar brattan er á sækja, þegar erfiðleikar steðja að, eins og í baráttunni í skák, þá vælir maður ekki, maður kvartar ekki. Okay. Maður aðlaga sig að bardaganum eins og hann er. Í því felst að maður gefst aldrei upp og fer alltaf að leita lausna í þeirri stöðu sem uppi er. Það þýðir það að ef maður þekkir sjálfan sig, þá getur maður alltaf vígvægst á ný. Svo er það í þriðja lagi sem er mjög mikilvægt líka í pólitík, sem að ég hef líka unnið að sem skákmaður. Og það er í sjálfu sér kannski mín sérgrein undanfarin ár. Og það er að rannsaka og skilja andstæðinginn. Sjá fyrir hans leiki, sjá fyrir hvernig hann hugsar, sjá fyrir sér atburðarás, þar sem að baráttan fer fram á mínum vígvelli, þar sem ég auðvelt með að taka ákvarðanir, en flóknar og erfiðara fyrir andstæðingan að taka sínar ákvarðanir. Það leiðir til þess að líkurnar á því að andstæðingurinn leiki af sér, gerir mistök, eru meiri en hjá mér. Þar af leiðandi eykur það líkurnar á að ég vinni. Vegna þess að það er eitt sem hefur alltaf einkennt mig frá því að ég var krakki, það er það að ég elska að vinna og ég hata að tapa. Og það hefur ekki breyst. En það breytir því ekki líka að undanfarin ár þá hefur verið erfitt ferli að byrja aftur að tefla. Það er ekki auðvelt og erfitt fjárhagslega og erfitt á mjög margan hátt. En að gera eitthvað sem maður hefur ástríðu fyrir, sem gefur lífinu tilgang, er mjög mikilvægt. Hver einstaklingur þarf að finna það innra með sér hvað get ég gert með þetta stutta líf sem ég hef. Þannig ég er mjög fegin að hafa tekið þessa ákvörðun, tekið þessa áhættu sem fólst í þessu, en þess að ég var að gera eitthvað sem að hjarta mitt sagði. Þú ert að lýsa heilmiklu þroskaferli. Já, ég myndi segja það. Þetta var líka mikilvægt fyrir mig persónulega að gera upp ýmis mál sem að tilheyrðu fortíðinni og það er líka eitt af það sem ég hef lært við það að tefla svona mikið undanfarin ár. Að maður þarf að einhvern veginn að skilja fortíðina en hún skiptir ekki máli í raun og veru. Vegna þess að staðan er eins og hún er akkurat núna og það er þá leiðin fram á við sem skiptir öllu máli. Hvernig ég að bæta stöðuna sem ég er í.
það er alltaf hugsunin. Lærður einhverja veikleika í þér sem þú lagaðir? Já, ég myndi segja, það er ein ástæðan fyrir ég hef treyst mér til að fara í pólitík. Viltu deila það með okkur? Já, það er sjálfsagt mál. Ég hef alltaf haft tilneyingu til þess að svona, já, hvað maður segja, fara hátt upp og hratt ef mér finnst einhvern veginn að mér vegið og þess að það, sko. Og Skap? Já, og hérna, þannig að það svona sögulegu tilliti kannski hefur verið auðvelt fyrir annað fólk að espa mig upp og spila á mína veikleika. En ég myndi segja að þetta ferli við skákina líka, ég lært mjög mikið af sterkum skákmönnum, sérstaklega í Austur-Evrópu, sko. Eins og til dæmis því ég var á skákmóti í Póllandi í desember síðastliðnum og maður var að tapa fyrir skákmönnum sem maður þekkti ekki neitt en voru mjög rútineraðir og svo framvegis og það var eitt að þeir létu sér aldrei bregða, það var mikill ægi og þá lærir maður það að þú veist, svo margt í lífinu er alltaf að horfa á sem leik og maður er alltaf að skilja sko ef að annað fólk vill koma manni úr jafnvægi maður verður að átta sig á því hvenær það augnablik er þá skiptir miklu meira máli hvað hef ég stjórn á og það sem að ég hef stjórn á ég hef stjórn á viðbröðunum ég hef stjórn á því hvernig ég bregst við og það held ég að sé eitt af því sem ég hef lært og svo líka þá annað að ég tek hvorki gagnrýni né eitthvað niðurrif eða þess að þar eða hvað svo sem fólk ég segi eftir ég byrjaði í pólitík þá hef ég sagt sjáu þið baki á mér komið endilega með fleiri nýfstungur endilega komið með þær ég bara breikka bakið eftir sem að fleiri nýfstungurna koma þá bara breikka ég bakið það er allt í lagi vegna þess að ég er þannig karakter að ég lifi með því það er allt í góðu lagi vegna þess staðan er eins og hún er núna ég aðlaga mig að baráttunni eins og hún er núna áföll eru til þess að takast á við alltaf að hugsa síðan fram á við hvað get ég gert til þess að staða mín batni og það er líka sem sagt mjög mikilvægt element í skák sem ég líka lært að svona þriðja atriði eða fjórða hvernig svo sem þú telur það er að alltaf að sjá fegurðina í öllu alltaf að leita að já, hvað maður að segja óvæntu sjónarhorni alltaf að leita að hugmyndum sem að eru fallegar eða, já, það er svona Ertu hrifin af mér? Já, á margan hátt, já, ég myndi segja það Þú aðeins talaði við mér hérna áðan og sagði mér að þú hefur gaman að tónlist og dansa og Já, algjörlega söngst ítalsk ari hérna áðan við gátum bara ekki tekið upp Já, ég þegar ég var ungur þá hélt ég mikið upp á Pavarotti og ég hef mjög gaman að því að dansa en ég kann hvorki að dansa né að syngja en mér finnst það mjög gaman Þú nýtur þess út af fegurðinni Já, og líka bara, sko, það er mjög mikilvægt fyrir mannssálina að fá útrás Það er mjög mikilvægt. Þannig að þú ert líka mikið tilfinning að vera. Maður sé stundum fyrir sér skákmanni sem mikla svona rökhugsuna mannesku, sem hann er náttúrulega. En þú ert líka, en þú ert mjög líka upptekinn af svona tilfinningalegri greind. Mjög svo. Vegna þess að ég get sagt þér svo marga sögur þar sem ég hef spilað á tilfinningar andstæðingsins og reyna að espa hann upp. Svona alveg eins og andstæðingarnir mínir reyna að espa mig upp, sko. Þannig að ég hef lært það að tilfinningaleg greind er rosalega mikilvæg og það er til dæmis eitt grundvallar atrið sem að ég vil að sem flestir ef ekki allir sjálfstæðismenn tileinka sér að það er alltaf að koma fram við annað fólk sem jafningja að við séum öll á saman báti í þeim skilningi að hver einstaklingur er verðmætur hver einstaklingur hann getur bætt sína stöðu í lífinu og við sjálfstæðisstefnan sem ég hef alltaf verið hrifinn af síðan ég var krakki og gengur út af það að valdefla einstaklingin þannig að hann finni bjargálninnar það gerir það enginn fyrir hann það er okkar grundvallar afstaða það hefur allatíð verið mín grundvallar afstaða í pólitík síðan ég var krakki Lífsbygginni þinni líka
já, algjörlega. En það er bara mjög mikilvægt að fólk hafi þá ímynd og skoðun á sjálfstæðisflokknum að hann sé fyrir fólk sem að eftir atvikum að berjast í bökkum að komast lífs af og svo framvegis og að allt kerfið sem að við erum að reyna að búa til, samfélagið, það sé til þess að auka arð sem flestra, auka hag sem flestra og að séu ákveðin prinsip í viðskipt og atvinnulífinu sem eru beitt til þess að ná ákveðnum árangri og efnahagslegu tilliti, en líka að við séum stétt með stétt, að við séum að hugsa alla. Og þetta svona prinsipafstæða sem að ég hef í pólitík. Það stór en sjálfstæðismaður bara sem krakki. Já, ég er búinn að pæla í pólitík síðan ég var 6-7 ára. Ertu þannig umhverfi? Eða? Já, pabbi var mjög harður sjálfstæðismaður og amma mín sem kenndi mér að tefla, hún var kaupkona og gallhörð sjálfstæðiskona og við vorum öll sjálfstæðisfólk, fjölskyldan. Systir mín var líka sjálfstæðiskona þegar hún var ung, en svo var hún mjög harður sósíalisti, eða eins og gengur. En svona, já, í prinsipinu vorum við alin þannig upp og líka okkar ættingjar. Ég hafði rosalega gaman að rífast við framsóknarmenn og sósíalista og svo framvegis, þegar ég var, skilur, 8, 9, 10, 11, 12 ára, sko. Bráðþroska? Nei, þetta var bara það sem ég hafði áhuga á. Já. Og það var til dæmis einn mjög öflugur félagsmálamaður sem gerði margt fyrir mig í skákhreyfingunni þegar ég var krakki, og hann var mikill alþýðubandalagsmaður eða sósíalisti, og við nutum þess að hittast og ræðum pólitík og bara þegar ég er mjög ungur, sko. Ertu fjölskyldumaður? Já, ég og kona mín erum búin að vera saman í núna verða 19 ári og þetta fyrir bara að þetta í 20 ára samband og við hefum 2 börn saman og svo á ég 1 frá fyrra sambandi með Lenku Patastniku sem er einn sterkasta skákona Íslands og við byggum saman í Tékklandi, þannig þá eru komið 3 og svo á ég 3 stjúpbörn. Með stóra fjölskyldu? Já, og ég er búinn að vera með það síðan að ég var 29 ára, 6 barna faðir í raun og veru. Það er snabbt. Já, en að sama skapi núna þegar maður er orðin 45 og ég sá það fyrir nokkrum árum að öll börnin eru að verða sjálfstæð og bjarga sér sjálf, að þá gæti ég, og það er meðal eins ástæðan fyrir því að ég taldi réttlætanlegt að vera í skákinni á þessum gamla aldri að byrja aftur, er að börnin eru orðin það að gömul að þau getur að verulegu leiti síðan sér sjálf, og þegar þú ert að reka svona stórt heimili að þá er ekki hægt að ala börnin upp öðru en að þau bjargi sér sjálf. Það er bara ekki neitt annan valkostur í stöðinni, sko. Og mér tel að það sé farsælt uppeldi upp á því að efla karakter einstaklingsins og þannig var ég sjálfur alinn upp, þannig er okkar, sko, minni kynslóð að það er alltaf að berjast fyrir sínu og þannig hef ég alltaf nálgast lífið. Þú svona gefur svona myndaðir að maður upplifir sem svo mjög sáttur í eigin skinni. Já, sko, auðvitað er það misjafnt eins og gengur og gerist. Ég á mína djöfla draga eins og allir aðrir, sko. Og ég hef verið að misja stað í lífinu, sko, andlega og líkamlega og alls konar, sko. En akkurat núna þá finn ég það að ég hef ótrúlega gaman að stjórnmálum. Mér finnst þetta miklu skemmtilegra en ég átti von á. Og ég byrjaði bara fyrir tæpum 3 mánuðum að pæla í því að fara í pólitík. Og ég finn það að þetta er eitthvað sem að mig langar til að gera til lengri tíma. Alveg sama hvernig. Er þetta ákveðin köllun? Ég veit ekki hvort að þetta sé köllun. Ég held að þetta sé meira þannig að núna tel ég mig vera með þroska til þess að hasla mér völl. Styrk? Og styrk, já, vegna þess að ég hafði ekki þessa eiginleika fyrir nokkrum árum. Til hamingju með það. Og það er alveg augljóst að mínum mati að það er eitthvað sem að hefur meðal annars auðmýktinn. Hvernig skilur þetta orð? Ég skilur þetta orð að eiga mikið af mýkt, auð af mýkt. Já, það þýðir í raun og veru það, sama hvort þeir gangi vel eða illa, að þá núllstillur þig, eins og maður segir, þú núllstillir þig og mæti bara, já, þetta verkefni er búið, það er bara flott, en ég ætla ekki hvorki að monta mig en ég skamma mig,
ég mæti bara næsta verkefni að þeir eru auðmynd eins og ég hafi ekkert gert, hvorki slæmt en ég gott og líka auðmynd gagnvart öðru fólki. Það er mjög mikilvægt hugtak sem ég finnst að Sjálfstæðisflokkurinn verður að innleiða með skipulegum hætti að þú kemur fram við annað fólk eins og þú vilt að annað fólk komi fram við þig. Og það þýðir það að sama hvaðan þú ert, sama í hvaða stöðu þú ert, við erum í þessu lífi saman í þessum skilningi. Og það er, þó að þú sért moldríkur, þú sért í frábæri stöðu og þú sért í einhverju samkeppni eitthvað svona, þá átt þú að geta hitt manneski sem að er háð fjármagni frá hinu opinbera eða er að vinna á búðakassa og komið fram með viðkomandi eins og þið séu jöfn í lífsins baráttu. Og ég ætla bara að taka það fram að þessu leiti þá tengdamóðir minn heitinn sem að dó fyrir 1,5 ári. Við vorum rosalega nánir vinir og bara eins og núna þegar ég er að tala um hana þá nánast fer ég að gráta. En hún var harður sósíalisti en hún kendi mér þetta og þetta er bara rétt. Það felur það í sér að manneskjan er svo mikið verðmæti, mannauðurinn er svo mikið verðmæti ef að rétt er á haldið. Og það gerist ekki nema með ákveðinu auðmýkt. Þú ert að segja mér, ég er á hárréttum stað til að fara á stað í stjórnmál núna. Já, ég finn það. Ég hef styrkinn og þú hefur þroskan. Mér langar að spegla það við því, ég upplifði svona líka og það hefur verið mjög góð reynsla fyrir mig að kynnast þér af því að þú ert svona maður sem vex og maður fer alltaf meira og meira í virðingu fyrir. Já, það er gott að heyra. Það er gott að heyra vegna þess að ég tel að ég sé þannig gerður núna að hvað svo sem gerist slæmt eða gott og nífstungur í baki eða hvað það er eins og gengur og gerist í pólitík þá held ég bara áfram og er alltaf að leita að uppbyggilegum lausnum. Ég er ekki að staldra við fortíðina eins og hún marki það sem ég stend fyrir akkurat núna og það sem ég ætla að standa fyrir í framtíðinni. Hún hefur áhrif en að fara að festa sig í að væla og með volæði og pæla í hinn og þessu, það er mjög slæmur staður í lífinu og í pólitík skiptir máli að koma á framfæri framtíðarsýn fyrir hvað maður stendur sem manneskja, fyrir hvað maður stendur, hvað samfélagi að gera og hvernig það er að leiða það áfram til betri vegar. Þannig að þú ert að taka með mjög farsælan feril í merkingunum það, ég veit að það hefur verið meðbyr og mótbyr, með fullt af flottum lífsniðurstöðum, þroska og það er öflugur maður svona sem er berast í sætinu. Já, ég vona það og ég vona að fólk upplifi það. Ég upplifi það. Já, og ég allavega er bara brett upp ermar og til í slaginn vegna þess að Er þetta ekki styrkur að hafa þessa persónugerð núna bara fyrir hópin? Ég vona það og ég vona að það leiði það af sér að fólk, hvað maður að segja, sko, sjáu stóru myndina og stóra myndin, ein ástæðan fyrir pólitík, er að Sjálfstæðisflokkurinn á að vera eins konar varnarmúr, á að eins konar að vera breiðfylking fyrir ákveðin gildi í samfélaginu. Það er einstaklingsfrelsið, stétt með stétt, þola ekki órétt og gera rétt. Það þýðir meðal annars að við trúum því að það eigi að vera réttlátt málsmeðferð og það eigi að vera á dómstólar og það eigi að vera ákveðið kerfi þar sem að leikreglunar eru almennar. Þetta eru góð lokaorð. Það var gaman að tala við þig. Takk fyrir okkur. Takk fyrir.